Riesco na corrente, eins og ekki með skóru, pipjaskóru, núfa. Já. Djöfull snöld maður. Það var ég. Jæja krakkar, þá óður málið maður, andskotinn og maður. Nei, ég að fokkast maður. Þetta smá vlog-feelingur líka, sko. Já. En já, við erum sem sagt að fara á staðina sem ég sá draug í fyrsta skiptið. Ég pældi að sjá þetta og haldi mig bara að þetta sé engill eða draugur eða eitthvað og síðan skrifa bara draugasögu eða jafnvel heilt trúarbragð út frá því, skilur. Bara eitthvað, það kom engill til mín. Já. Út af einhverju geðklofi sem einhver hafði svefnið, skilur, eða eitthvað, skilur, ég veit það ekki. Þetta á líka að vera mjög gamalt hús, sko, sem við erum að fara í, alveg eitt elsta húsið í Hafnarfirðinum, sko. Já. Alveg bara, það alveg viðar gólf þarna þegar ég var þarna, átti heima þarna eitthvað að tala að þetta væri eitt elsta húsið í bænum, sko. Það líka cool að spyrja hvort að þau hafa verið var við eitthvað, því ég held að þetta hafi bara verið að því ég vaknaði nóttina, skilur, og ég hafi bara séð eitthvað, skilur. En það væri alveg áhugavert að sjá hvort að þau hafi verið var við eitthvað líka, sko. En var þessi draugagangur bara þegar þú varst yngri eða líka svona við það að vera bara í skólanum þegar þú varst eldri? Já, sko, það var einmitt þegar ég var 10 ára, þá sá ég þetta í fyrsta skipti í þessu húsi, sko, svona grænleitan gamlan mann eitthvað, standandi svona fyrir ofan mér og við ætlum að vonandi að sjá staðinn þar sem hann stóð og svona meta aðeins aðstæðurnar. En síðan gerist þetta líka fyrir 5 árum, þar sem að ég átti heima á Höfn, sko, ég var heima á Höfn í Hafnarfirði og þar sá ég svona bláleitan stráka einhvern veginn sitjandi hjá mér, sko, sitjandi á rúminu mínu og eitthvað og það var mjög spes og ég svona, ég veit, prófaði að, þá var ég miklu minna hræddur, sko, þannig að ég prófaði svona að setja hendina mína út og eitthvað, þá hvarf hann bara og síðan leið mér eins og ég sá eitthvað daginn en ég hef aldrei séð svona vivid, sko, eins og ég sá í þessu húsi. Ok, hérna erum við að komast að þessu, mér sýnist bara einhver í heimsókn. Það býður upp á skemmtun. Já, ég held actually að sé einhver í heimsókn, sko. Sko, þetta sem sagt þetta hús þarna, sérðu eitthvað? Þetta þetta hús. Halló. Ok, ég ætla bara að byrja að rekka með þessum mic. Þá var þetta að fara að gerast, sko. Ég hef ekki komið hingað í eitthvað 10 ár, sko. Ok, yndislegt. Heyrðu, ég ætla að... Þau eru búin að slökkva í húsinu. Æ, fuck. Þau eru að leiðinni út. Fuck. Já, heldur ég. Kannski eru þau bara að fara að sofa, sko. Shit, sko, það enginn. Já. Ó, einhver að koma út hér? Ó. Það einhver að koma út. Æ, góðan daginn, sorry, fyrirgefðu. Já. Guð, sorry. Ég heyrði í einhverjum komana, ég vildi ekki, einmitt, hélt að þetta myndi gerast. Sorry, hæ. Er það að fara? Eða... Já, ég ætla að spyrja, ég er sem sagt að gera heimildamynd fyrir Kvikmyndaskóla Íslands og ég átti heima hérna einu sinni fyrir 5 árum. Í húsaskiptunum? Já, í húsaskiptunum, með þeim og ég er að gera svona heimildamynd óvenjulegar svefnvenjur og eitthvað svoleiðis að þegar ég man eftir þegar ég átti heima hér þá sá ég draug, eða svona draug. Ég veit alveg hvað þetta er. Ha, eða það?
Já, þú veist, það er ekkert, þetta er bara gammalt hús, skilju. Já. Ég fatt ekki hvað það. Hefurðu lent í þessu? Eða eitthvað, þið? Við? Já. Ég lenti einu sinni í því að, svo þetta herbergið mitt var þarna. Já. Og Já. Ég lenti sérst í, herbergið mitt var þarna og voru jól og mamma gaf mér svona, þú veist, ég fóði skóinn, skilja, því ég átti yngri systkini. Já. Til þess að hlúði ekki til þeim. Þá sagði mamma, þú veist, þú mútt velja hann einhverja eyrnalokka. Og ég var með svona jólasokk og svo setti ég eyrnalokkuna í jólasokkinn, vaknaði daginn eftir, fann það ekki, fann síðan eyrnalokkuna undir rúminu. Ói. Þannig að ég veit hvað við. Er það þegar þú ferð upp stigann og ferð til vinstri? Já, þannig að herberginu. Ég var líka þar, sko. Já. Ég sá hann þar, sko. Já, hann er pottið þarna í, sko. Hérna, veistu, getum við nokkuð tjekkað inn í 10 mínútur eða eitthvað, 5 mínútur og fengið að sjá staðinn? Það ég með félagum mínum hérna. Já, þarf þetta að gerast núna? Ég er nefnilega alveg á smá hraðferð. Já. Getum við komið á kannski eitthvað tíman bara á morgun eða eitthvað tíman? Já, sko, ég bý ekki hérna lengur. Já. Ég er bara að fá að hendi svottaður. Ég fatt það ekki. Og ég get verið í bandi við þig á morgun, þá getur bara tekið mig á símanúmerum mitt. Já, endilega. Sorry, öskrin, ég bara var ekki. Já, ég heyrði þér koma og ég bara, ó nei, ég er að fara að bregða ykkurum. Það er 8:20. Yndislegt. Þá bara verð ég vonandi í bandi á morgun og við myndum einmitt bara stökkva inn í 5-10 mínútur. Systir mín eða eitthvað. Já. Mamma mín og pabbi er bara ferðalag. Já, ég fatt það. Á ég að loka? Já. Algjörlega, ég gera það og gaman að heyra að þú lentir þessu líka í sama herbergi. Já, kannski fæ ég að ræða við þig ef þú vilt, ef þú verður hérna. Það að gera, sko. Já. Það er alltaf creepy, sko, þetta er bara gamalt hús, sko, þetta er alveg 150 og eitthvað ára gamalt þegar. Einmitt, sko. Eitt af þeim elstu eða ekki eða eitthvað. Já. Einmitt, Bjarnabær, sko, hann leynir á sér, sko. Shit. Já, algjörlega, bara takk fyrir. Gaman að ná þér svona. Holy shit. Gaur, sko. Þú trúir þessu ekki. Ok, hún var að fara út bakdyr á meginn, að hún var eitthvað búin að læsa og hún var bara að fara með þvott. Hún átti heima hana, hún svaf í sama herbergi og ég. Já. Og ég sagði mitt, ég er að gera heimildamynd og lalalala og ég var við draug hérna eitthvað svoleiðis og hún bara, já, ég veit, já, ég skil þig, sko, ég veit. Og ég var bara eitthvað, ha? Hvað meinarðu? Hún lenti í þessu líka. Af því ég ætlaði bara byrja að taka þetta út frá svona svefnvenju dæmi, skilur, eitthvað svoleiðis. Ég er dálítið atheisti þegar það kemur á draugum, skilur. En þetta er alveg áhugavert að einhverju leyti, sko. Holy shit. Þetta er húsið, sko. Bjarnabær heitir það. Það verður rosalegt að það verður hreyfing einhver í glugganum með mér núna. Já, það á enginn Grunninn. Hægt að skrifa, hægt að skrifa, búið sér, hægt að skrifa, vel að skrifa. Stafsæðar, það var ekki þar. Hjálp! Nei, þú veit. Alright, þá er komið að þessu. Við erum að koma hérna í seinna skiptið eftir þetta interaction hjá okkur í gær. Þannig að við erum að koma inn eitthvað bakdyra megin. Þannig að þetta er alveg smá scary ennþá. Hæ. Hello. Við höfum komið inn. Já, það er svo vel. Takk fyrir. Ef að fara úr skónum hérna. Þið mér alveg alltaf. Já, komum bara inn á skónum. Nú. Ég er inn á skónum svona, sko. Já. Ef við viljum bara kveika ljósin eða gera eitthvað, ég veit ekki alveg hvernig ég vilja hafa þetta. Já, algjörlega. Ef að fara úr skónum hérna. Þið meira á því algjörlega. Ef við ekki Förum úr skónum bara. Ef við ekki bara gera það. Jú. Já,
Ég get líka bara hent mér út á meðan, sko, þannig að þau bara með hafa þetta, ég veit ekki, náttúrulega bróðir minn náttúrulega bara massa unglingur, sko, þannig að þetta ógeðslega, unglingaherbergi. Ég fatt það, ég fatt það, það er ekkert stress, sko. Við bara tjekkum á þessu, þannig að værum við einir hérna. Já, þið megið það, ég get bara... Það er ekkert stress, sko, við erum bara að fara inn og út og og líka ef þú hefur eitthvað sögur að segja, sko, þá geta alveg verið gaman að spjalla við þig líka, sko. Já, ég veit ekki hvort ég hafa eitthvað sögur að segja, þannig að, það er ekkert, þetta er bara gammalt hús. Já, ég fatt það ekki. En já, þið bara, hafa þetta alveg gleðilegt, sko, ég hent mér bara, ég glemdi hleðslatækinu mínu út í bíl, ég ætla að síma mínu með hann bara. Ok, ekkert mál, við kíkjum upp. Við viljum bara prófa. Já. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Ég held að það séu ekki draugar hana. Ok, eða Piggy. Piggy man. Ok, þetta er alltaf cool. Hérna er mjög flott bað. Ég fyndin staðurinn, sko, ég rungaði mér í fyrsta skipti í þessu baði. Það kom ekkert út eða neitt, skilur, en það var bara svona skemmtilegt að segja að ég er örugglega aldrei að fara að koma eitthvað aftur. Hérna er baðið, það sem ég misti rungsveindóminn. Þar hafið þið það? Já, ég var 10 ára, skilur, og ég lærði að gera þetta hérna. Ói maður, þetta er svo scary, sko. Vá maður, sko. Á ég að kveikja? Já. Ok, slei. Þetta er svaka bragg. Þetta er nú ekkert rosalega unglingaherbergi ef við vorum hreinskilin. Já, þetta er smá svona, það er eitthvað fíkrur hérna og mæk og eitthvað. En ok, við erum kannski ekki að skoða beint draslega. Og hann er með Skylandis reyndar, það er enda dálítið sick, sko. En ok, þetta er alltaf svipað setup og þegar ég átti heima hérna vegna þess að ég var með rúmið mitt hér, einmitt, og ég mitt lá hérna þegar það gerðist. Mér minnir að það hafi verið aðeins herra uppi, einmitt hérna var veggurinn. Mér minnir að ég hafi mitt verið dálítið nálægt veggnum, þannig að ég gat svona farið dálítið út í horn og lokað mig að þegar ég var svona skítrættur. Þetta er alveg scary, sko. Þetta er alveg scary hús, eins og hún, Björk var að segja, skilur, þetta er eldgamalt hús, 130–150 ára gamalt og það er dálítið drungalegt hérna, sko. Og ég held þessi skápur hlýtur að hafa verið hérna eða eitthvað þegar ég var. Já, þetta er skápurinn þar sem hann stóð, þannig að basically draugurinn, skilur, hann stóð hér og horfði á mig hérna. Hann stóð einhvern veginn svona og var bara að horfa á mig einhvern veginn. Og hann var svona grænleitur og það var mjög scary. Og hann einmitt bara var með einhvern hatt í mann til því og hann var í svona layered clothing. Ef við prófa að opna það. Ef við prófa að opna skápinn. Fuck me, maður! Gaur, oh my god! Sástu þetta? Og þú sem trúir ekki á drauga? Ég er alveg að kveikja aðeins betur hérna. Þú sem trúir ekki á drauga? Já, ég trúi ekki á drauga, sko. Oh my god, ég trúi ekki á drauga. Þetta var einum og gott, sko. Ertu vissum að þetta hefur verið kötturinn? Já, ég sá að þetta var kötturinn, sko. En já, sko, af því ég man mjög vividly að gæinn stóð hér. Þannig að ef að skápurinn var opinn, þá voru fötin hérna hér, skilur, þannig að þetta getur ekki að hafa verið jakki, skilur. Ég veit hvernig föt líti út, þau eru vanlega ekki með andlit. En ég hef samt alltaf verið á því að draugar eru ekki til. Ég hef kannski átt að liggja í rúmi. Já, Já, við erum búnir. Nei, alls ekki. Nei, alls ekki, við vorum bara eitthvað mikið bara svona röfla. Kannski er ég bara vinn, eða þú veist, Já. bara alveg upp við að vera með eitthvað draug hérna hangað í mig, sko, það kemur ekkert óvart að Bjarni gamli væri hérna, sko. Bjarni gamli? Þetta heitir nú ekki Bjarni bara ástæðalausu, sko. Nei, einmitt. Af hverju heitir þetta Bjarnabær? Ég held ég hafi aldrei heyrt það. Ég held ég hafi aldrei heyrt það, sko. Mamma og pabbi eru eigendur nr. 2 á húsinu. Já. Sem er mjög skrítið þegar þetta er 100 eitthvað ára gamalt hús. Einmitt. Af því það hefur verið bara ein fjölskylda sem hefur, þú voru 11 mann sem byggu hérna. Já, einmitt, þegar þetta var fyrst. Og síðasti maðurinn sem átti heima hérna, hann hét Bjarni. Og hann bara var, þú veist, flutti hérna því að hann var bara orðinn gamall, skilur, hann fór bara inn á elliheimilið á Sólvangi, eða fór í svona gamaldags íbúðir þar. Já. Og
upp úr því hefur það bara alltaf, held ég, heitið Bjarnabær svolítið frá því, sko. Já, ok, en hann dó ekki hérna. Nei. Þú getur ekki sagt það bara fyrir dokumentari. Að hann hafi dáið eða? Já. En hann gerði það alltaf ekki. Nei, ok, hann gerði það ekki. Það hefur verið skeri, sko. Nei, hann dó bara þetta heimili, sko, en hann var alltaf að brjótast inn, sko. Hæ? Já. What? Hann var alltaf bara eitthvað, hann fannst svo gott að vera hérna. Bara eins og American Horror Story. Nei, að brjótast inn, hann var alltaf bara eitthvað, finnast hérna sofandi í sófanum. What? Var alltaf að koma í heimsókn og eitthvað. Ói. Hann var bara viðkunnarlegur maður, sko, þetta var mjög krútlegur gamall kall, sko. Já, það? Já. Ok, það er... En það var ekkert, gott. þú veist, en já, það var, hann var svo síðasti sem að bjóða hérna og bara allir heimili. Ok. Þess vegna heitir því rauninni, sko, Bjarnabær. Cool. Af því að það geta á kannski verið gæðin sem ég sá, sko. Bjarnagamli? Já, Bjarnagamli, sko. Það getur kannski verið að þetta hefði verið Bjarnagamli. Það var gamall Hann kall. var gamall krútlegur kall, sko. Gamall krútlegur kall. Já, hann var ekki mjög krútlegur þegar ég sá hann, sko. Eða svona. Var hann stór eða, segja Bjarni? Ég man það ekki, hann var dáinn þegar ég var ennþá barn, sko. Já. Eins og ég segi, ég var 5 ára þegar ég flytti maður, held ég. Hann skildi eftir alls konar muni hérna, sko. Ég veit ekki hvað pabbi gerði. Nei. Hann skildi eftir einhverja gamla haglabyssu og dótri. Já. Svona gamaldags haglabyssu. Já, bara svona eins og kindabyssu eða eitthvað þannig bara. Jú, basically, sko. Já, já. Hvort þið er haglabyssu, ég held það. Já. Já. Ég held bara að við sem komum með fullt af góðu efni, sko. Já. Bara takk hérlega fyrir okkur. Minnsta mál. Og ég byrð bara að hilsa mömmu og pappa og... Já. En ef þú vilt Þakka fá þeim. fleiri upplýsingar, þá bara ekki hika að senda mömmu. Hún er örugglega til í að segja ef eitthvað eða senda myndir ef hún á eitthvað. Já, ég man eftir sko Steinþór litli bróður minn, að hann var bara nýfæddur hérna einhvern tímann. Hann einhvern tímann horfði, ég man ekki hvort hann hafi verið sitjað þarna þannig, en hann horfði einhvern tímann á þessa mynd og byrjaði bara svona að tala. Hann kunni ekki einu svona að tala, hann sagði eitthvað hæ, Hann er frekar útlegt, sko. Já, ég held að við erum að fara annað líka að taka upp. Já. Við erum búin að Sammála. setja upp í annað viðtal. En bara takk aftur, kærlega. Já, ég ætla líka að hafa komið. Já. Já, Og yndislegt. takk hann aftur fyrir þetta. Minnsta mál, opnaðu. Já. Þið getur líka farið hérna megin út, sko. Nei, þetta er næst, þetta er drungalegt. Já, við algjörlega, við stöðum hana. En já, bara segðu það, bæjó! Svona já, einmitt, næs. Ok, geggjað. Heyrðu, þá er þetta búið. Já. Þú passaði á tröppunum. Þetta var alveg skeri stemning að koma þangað inn, sko. Hún var geggjuð. Já. Hún Björk. Hvað, það voru ekki margir búin að eiga heima hérna. Það var bara ein fjölskylda sem átti heima hérna fyrir þau. Já. Apparently. Og við áttum heima hérna 2015. 2025 núna, það eru 10 ár síðan. Og hérna, já, þetta er sketchy shit, sko. En á sama tíma, þetta sannar ekki beint fyrir mér. Þetta sannar meira fyrir mér heldur bara að ég get verið smá skelkaður og hræddur. Og það er kannski partur af mér sem að trúir á drauga, en það sem ég brá dálítið mikið þannig áðan. Og mér hefði ekki gert það, ég væri ekki að trúa að einhverju leyti. Þannig að já, það er það. En ég held alveg að þetta geti bara verið einhverju draumarar. Það er eiginlega að fyndi hvað mér frá lítið miða við þér. Já, einmitt. Miða við það að ég trúi meira heldur þú. Það er líka svo mikið, já, ég tengi svo mikið við hann á stað, sko. Eða það sé að mörguleiti það, sko. Já. Ég held það, sko. En ef við ekki bara klára þetta? Jú. Ekki það. Kvötta. Skal taka hérna. Yndislegt. Oh my god. Takstu bara Ferrari líka? Það er bara hættulegt að festa Ferrari auglýsing.